Í litlu samfélagi eins og í Hrísey munar heilmiklu þegar 2 til 3 barnafjölskyldur setjast að í bænum. Ingólfur Sigfússon og Hrund Teitsdóttir hafa búið í eyjunni í 8 ár og þau finna mikinn mun á stemningunni. Þú finnur mun alla daga alltaf. Hvernig þá helst? Bara krakkar út allt að leika sér og svo fyrir maður bara niður í íþróttahús og þar við erum sem sagt bæði í ungmennafélaginu og við erum með æfingar fyrir krakkana og það svona bara fullt andri af fólki, þessi að fara á æfingu og næsti að fara heim og það svona líf og fjör alls staðar. Það bara, þetta fylgir börnum og ungu fólki líf og fjör, þannig að það ekki spurning sko. Hvað eru þið búin að búa hérna lengi? Við erum búin að búa hérna í, 7-8 ár með 2 ára pásu. Fluttur sérst burtu og komum svo aftur tilbaka. Okkur komið aftur tilbaka? Það svona eins og að tala með tunglfarana sko, að þegar menn sérst fóru til tunglsins þá allir sá menn hvað jörðin var geggjuð sko. Þannig að ef ferði eitthvað burtu skilur þá bara áttum maður sig á því, þú veist, ok, það bara geggjað að vera í Hrísey sko. Þannig að já, þetta líka bara svona mjög svipað sko. Við fórum kannski ekki alveg til tunglsins en þú veist, sögurkrok. Hrund fædd og uppalin í Hrísey og hún segir að það hafi verið mikið ævintýri að alast upp þar. Við vorum bara ótrúlega duglega að hittast og spila og við vorum úti í leikjum og allt svona, vorum ekki saman, krakkarnir. Já, alveg sama hvað maður gamall. Já, ég tala oft sko, þessi svona aldursblinda einhver í gangi hérna sko. það eins og bara síðasta sumar voru krakkarnir rosalega mikið úti og þá voru kannski okkar 5-6 ára dóttir að fara og spurja eftir einhverjum 14 ára í næsta húsi bara ertu til að koma út í leiki í kvöld sko. Bara svona, já. Blessu fara og spurja eftir hún bara. Og það mjög fyndið sko að krakkarnir í dag gera mjög svipa bara eins og hún lýsa, þú veist, það var einhver sem sagði ekki bara senda snapp á alla, bara nei, við löppum bara og spurjum hvort það ætla að koma út í leiki, þú veist, það var ekkert eitthvað verið að nota einhverja nútíma tækni við það að draga mannskapinn út sko, það er miklu auðvitað að senda nei í síma sko, segir ekkert nei, þú ert mættur og dýraþerapí sko, þannig að. Júlía Mist ein af þeim sem nýlega flutt heim í Hrísey aftur eftir að búa fjarri heimahögunum skeið. Hún kom heim með fjölskyldu og vinnur í leikskólanum. Í dag eru krakkarnir að baka skinkuhorn með kaffinu. Þið eru að baka? Já, skinkuhorn, bara svona aðeins að breyta til á föstudegi. Já, hafa krakkarnir gaman að því að baka? Já, mjög svo. Þau hafa það. Og hvernig gengur? Eru öll búin að ná þessu þokkalega? Já, ég myndi alveg segja það. Þau eru bara mjög flink og maður sér líka vel hverjir hafa áhuga á þessu. Svo náttúrulega rúsínan í pilsvöndanum þegar fá skinkuhorn með kaffinu, eða ekki? Jú, non-hressing, þá skinkuhorn og mjólk. Það svona smá tilbreyting bara frá því sem við erum með venjulega. Hvað eru margir krakkar á leikskólanum? Þau eru 7. Börn á aldrinum 18 mánaða til 5 ára. Núna í nóvember þá opnaði leikskólinn aftur en hann hafði verið lokaður vegna þess að það var einfaldlega ekki börn á leikskólanum. En svo komu 5 umsóknir og þá var þörf á að opna leikskólann aftur og svo bættist 2 við og við eigum svo vona á því að 1 bætist við núna með sumrinu. Þannig að það bara spennandi. Já, líf í tuskunum. Já, það gaman að hafa líf og fjör í kringu sig, þannig að það mjög ákvæmt. Hér þetta mjög gott að búa, það alls staðar gott að vera en hérna alveg ekstra gott að vera, þannig að. Þú hlutlaus? Ég algjörlega hlutlaus þegar kemur að þessu. Já. Hvað ertu búin að búa hérna lengi? Ég flutti hérna 1. desember en ég ólst hérna upp, þannig að ég hef búið hérna áður sko. Já, af hverju ákvaðstu að koma aftur heim í Hrísey? Mér langaði bara til að koma aftur, bara leyfa börnunum mínum, ég hef 3 börn, leyfa þeim að upplifa það að búa hérna og bara lítil skólaeining og bara hér gott að vera. Er gaman að alast upp hérna? Það var mjög gaman, já. Mikið frelsi og bara tenging við náttúruna og bara ýmislegt hægt að gera. Hrund vinnur í grunnskólanum en hér bara 1 Hríseyjar skóli, þar sem leikskólakrakkarnir og grunnskólakrakkarnir eru öll í sama húsi. Þetta náttúrulega bara alveg einstakt að geta haft það hérna frá 1 upp í 15 ára saman og hellinga verkefni sem við getum unnið saman, svo annað bara sem ólíkt og það bara
rosalega, við erum mjög duglega að blanda hópnum saman. Svo erum við með Söddbör í viku, heitir hann, tvisvar á skólaári. Og það ráða nemendur verkefnum sínum sjálfur í heila viku. Og þá erum við með að nota þetta eldhús líka og þá erum við að velja vinnaverkefni með leikskólakrökkum og svona. Í síðustu Söddbör í viku til dæmis nemandi í skólanum sem valdi að búa til spil fyrir leikskólakrakkana og þau bjuggu bara til með honum. Þannig að það alls konar svona samvinna í gangi. Já, og fólk reynilega að fá alls konar hugmyndir. Já, heldur betur, það vantar ekki hugmyndirnar í Hrísey, sko. Við erum alltaf með lesstund á föstudagsmótnum og það mismunandi hver lesari vikunar. Þá förum við í leikskólanum yfir í skólan og hlustum á upplestur. Við erum auðvitað líka búin að lesa fyrir þau, þannig að þetta bara mjög skemmtilegt. Elsti árgangurinn í leikskólanum fær að fara í hreyfistund með skólakrökkunum. Á morgnana þá bjóðum við upp á að krakkarnir komi úr skólanum yfir til okkar og þau leika með krökkunum áður en þau byrja sín skóladag. Þannig að þetta bara mjög... Finnst leikskólakrökkunum gaman að fá stóru krakkana í heimsókn? Já, algjörlega. Við erum mjög ánægð með það. Einhverjir gætu hikað við að flytja í lítið samfélag vegna starfsframa. Ingólfur lét það ekki stoppa sig. Ég sem sagt forritari, vinn hjá Stefnu sem er með starfsstöðvar á Akureyri og líka fyrir sunnan. Og ég búinn að vinna hjá Stefnu í svona fjarvinnu síðan 2012 og COVID sýndi okkur það eru ótrúlega mörg störf sem allt í einu bara hægt að vinna heima hjá sér. Það einmitt skrifstofa aðstæðinni í Hrísey sem á kortinu hjá Byggðastofnun fyrir störf án staðsetningar fyrir þá sem eru áhugasamir. Selja Þú verður þá væntanlega þar? Ég er þar. Já, þú ert þar? Já, það búið að opna sem sagt. Já, við erum búin að vera alveg í einhver ár sko, með sem sagt bara svona skrifstofu aðstöðu. Það var gott að geta farið út og unnið. Ekki bara heima. Hríseyingar að vinna í því að innleiða svokallað sitta-sló samfélag eða hæglætis samfélag upp á íslensku. Djúpivogur hefur verið slíkt samfélag með góðum árangri síðan 2013. Það eru svolítið áherslunar á lífsgæði íbúa, að íbúarnir njóti svona, það er bara þeirra svona, íbúarnir eru settir í forgrunn sko. Og ég held að það eigi eftir að vinda upp á sig. Við erum eftir að sjá einhverju sem bara stökkva á vagninu og hugsa bara, þetta er eitthvað fyrir mig. Og þetta er svona bara kannski það sem ég voru að segja áðan, hvernig maður horfir á Hrísey einhvern veginn og bara við höfum allt stutt að fara til Akureyrar og samt svo mikil svona ró og ég held að það er einhvern veginn eftir að við erum bara aðeins eftir að kynna þetta fyrir fleirum sko. Það eru margir heitir sko fyrir að koma. Já, örugglega, það heitir eftir að horfa á þetta viðtal. Ekki spurning sko. Betur sko. Það fyllir mann vona að sjá leikskólan með starfandi aftur með 7-8 börn og svona þetta sem ég var að tala um áðan að finna fyrir öllum börnunum í samfélaginu, bara allstaðar. Og svo það náttúrulega líka allar þessar framkvæmdir sem eru búin að vera hérna. Það eru bara annarkvæm maður búin að rífa allt innan húsinu sínu og byggja og breyta sko. Þannig að það eru símtöl hérna á milli húsa hvað er þetta að lána því að maður skottast náttúrulega bara í byggingavöruverslun bara 1, 2 og 3. Og já, það er bara svona kraftur í samfélaginu. Það var svona margir svona mála húsin síðasta sumar og bara svona bærinn var líka í framkvæmdum verið að malbika götur og endurnýja smábátahöfnina og málafélagsheimilið og þannig að það var svona alveg hellingur sem að einhvern veginn bara, kraftur í fólki sko. Er það ekki líka bara svolítið smitandi? Jú, ég held að sé smitandi og svona sérstaklega eins og að bara gera fínt í kringu sig, mála. Við erum fara að mála næsta sumar sko. Þið neyðist til þess, það allir mála. Já, við getum ekki verið svona lengur sko, við erum að fara að mála sko. Gengur ekki sko.